það svona eitt af skemmtilegasta, það svona á topp 3 yfir það skemmtilegasta sem ég geri að fara út að dansa og horfa á fólk út á börum að dansa. Það bara eitt af skemmtilegasta sem ég geri. Bara, sjá persónulega stíl fólks. Ég vildi óska þess að ég vissi að ég geti séð, langömmu mína og langafa minn dansa. Þau hafa örugglega aldrei fengið tækifæri til þess að fríka út á dansskóla, eða ég veit það ekki. Ég bara vildi óska þess að ég hefði getað séð það. Heldurðu að persónuleiki fólks komi betur í ljós þegar fólk dansar? Þetta bara svona eins og röntgenmynd af manneskju. Þú veist, hvernig hún á dansskólanum. Það bara svo, stórkostlega. Það segir bara allt, sko. Margrét Bjarnadóttir og Daníel Bjarnason eru listafólkið í þættinum í kvöld. Þau, eins og önnur pör þáttanna, hittust fyrst miðjan vetur til að ræða það hvernig verk þau vildu semja saman. Þau röltu úr vetrarkuldanum inn á notalegt kaffihús og fengu sér ilmandi latte. Margrét danshöfundurinn eða kóreógrafirinn eins og það stundum kallað. Hún hefur vakið mikla athygli fyrir verk sín og fyrir frumleg efnistök. Daníel hefur látið mikið að sér kveða sem hljómsveitarstjóri en ekki síður sem afar áhugavert tónskáld sem hefur starfað með ýmsum og ólíkum tónlistamönnum. Ég var rosalega mikill Mozart aðdáandi þegar ég var lítill. Átti svona spólu sem fjallaði ævi Mozart þar sem var svona lesið einhver þulur sem sagði frá ævi hans og leikinn svona brot af tónlistinni. Og það er svona fyrstu tónlistarminningarnar. Þú verður ekki alveg fyrir svona þessum Mozart áhrifum? Jó, ég held það nefnilega. Þið er alltaf greindari með því að láta þau hlusta á tónlist eftir Mozart. Er eitthvað til í þessu? Já, það held ég hljóta að vera, alveg örugglega. Ætlarðu strax að vera tónskáld? Nei, alls ekki. En svo, fór ég að læra píanó þegar ég var 7 ára og svo hætti ég bara öllu. Ég var rosalega mikið í íþróttum og fór bara í það og byrjaði síðan svona aftur þegar ég var 14 ára kannski, 15 ára. Og læra píanó og þá byrjaði ég bara að læra píanó. Og svo svona smátt og smátt einhvern veginn fór ég að gæla við að semja. Margrét fór líka krókótta leið að því að verða danshöfundur. Hún byrjaði samt eins og svo margir aðrir á því að fara í hefðbundið dansnám. Fyrst í ballettskóla Guðbjargar Björgvinsdóttur en síðan í listdansskóla Íslands sem þá hét reyndar listdansskóli Þjóðleikhússins. Enda starfaði skólinn undir hatti Þjóðleikhússins á þessum árum. Grunnurinn minn er klassískur ballett og svo svona á seinni árum svona einhver modern dans og svona. En svo hætti ég bara þegar ég var 19 ára og ég var alveg búin að gera það upp við mig að ég vildi ekki vera dansari. Af hverju? Ég bara mér fór að finnast svo erfitt þegar ég var að dansa í verkum sem ég bara tengdi ekki við og var ekki, og ég bara mér leið hræðilega illa á sviðinu, oft. Bara svona tók út fyrir það, Af hverju? Hvað var það, taugaástyrkur eða? Það var bara eitthvað, já, ég var líka bara, 19 ára og var með svona rosalega fælni og fékk svona sviðsfælni og ekki bara sviðsfælni, heldur bara svona almenna fólksfælni. Ég las mér eitthvað til þetta einu sinni og þá er til nafn yfir þetta. Það er þeirra sem sagt, þú ert með fælni fyrir því að á þig sé horft á þig. Þannig að það er svolítið svona að vera dansari, Svo, bauðst mér vinna sem ég gat ekki hafnað og það voru svo mikil ferðalög sem að fylgdu þessari vinnu. Hvað var það? Ég var barnapía og bjó erlendis
meira og minna í 1 ár og þá var ég bara að sjá lítið barn sem var 3 mánaða. Þegar maður með svona fælni þá maður alltaf að analysera allt sko og öll samskipti sem maður á og bara fyrir út í búð og maður bara bara það að fór út í búð og kaupa sér brauð rosa bara svona það alveg atburður út af fyrir sig og maður stanslaust að analysera sjálfan sig og aðstæður og svo þegar ég var bara að sjá lítið barn þá hafði maður enga tíma til þess og maður var bara að sjá annan einstakling. Þá einhvern veginn svona fór þetta smátt og líka á þessu ári sem ég ferðaðist svona mikið þá sá ég rosalega mikið af sýningum, myndlistasýningum og tónleikum og danssýningum og leiksýningum og svona áttaði mig á því að ég gæti því ég var alveg búin að vera með í maganum lengi svona langaði til að semja sjálf en ég var ekki tilbúin til þess. Og svo eftir þetta ár þá sá ég svona ég gæti nota bakgrunninn minn í dansi en samt nálgast dansinn frá allt annarri hlið af því ég var með önnur áhugamál eins og myndlist og skrif. Að heilinn byrjar að framkalla mikið magn af ýmsum efnum. Danssýning ekki bara dans. Inn í hana fléttast tónlist og svo myndlist í formi sviðsmyndar. Í nútímadansinum líka oft texti rétt eins og í leiksýningu. Sameining listgreina kannski einkennismerki nútímadansins? Nútímadans náttúrulega fyrst og fremst dans. Og hann með nákvæmlega sömu forsendum og klassíski listdansin. Hann þarf í flestum tilfellum á bæði tónlist og myndlist að halda, tónlist eða einhvers konar hljóðum sem undirleik og myndlist sem búningum, sviðsmynd, slíku. Aftur á móti hefur núna á síðari tímum nútímadansin verið sett inn í hann ýmiss konar texti sem náttúrulega fer yfir í svolítið leiklistina meira. Söngdansarnir farnir að syngja töluvert. So, I saw this interview recently from a professional wrestler mixed martial artist. Það náttúrulega ákveðin tískubylgja og tískubylgjan í augnablikinu mikið kannski í áttina að samstarfi við aðra listgreinar. Það mjög sterkt samstarf á milli listgreina. Leikhúsformið mjög sterkt inn í dansinu núna. Þessar hreinu hreyfingar, sýningar sem eru hreinar hreyfingar eru minni og færri. Í tónlistinni verður maður líka var við ýmiss konar samruna. Mismunandi tónlistageirar blandast oftar saman og maður veit stundum ekki hvar poppið endar og klassíkin byrjar. Daniel hefur starfað með Bedroom Community sem ekki aðeins plötuútgáfa heldur líka samfélag mjög ólíkra tónlistamanna. Svo hans eigin tónlistariðkun býsna fjölbreytt, hann hljómsveitarstjóri, spilar á píanó og semur tónlist. Tónlistin hans líka margbrotin og teygir sig í ýmsar áttir. Það kemur glögglega í ljós á fyrstu plötunni hans, Processions, en þar var upptökuferlið framsaknara en gengur og gerist í klassíkinni. Já, fyrsta verkið þar svona kannski mesta svona stúdíóverkið sem selló, eitt sellóleikari sem Sæunn Þorsteinsdóttir sem spilar endalaust lag eftir lag ofan að sjálfa sig og svo svolítið unnið með hljóðin og svona þannig að margir halda að þetta sé elektrónísk tónlist en það engin elektróník í henni, þetta bara allt selló. Og þannig að sú leið svolítið svona, finnst mér svolítið spennandi að fara. Að nota stúdíóið svolítið meira en ég hef gert áður og líka bara í sambandi við tónsmíðar. Og ég finn að ég farin að hugsa meira það þegar ég að semja, sko. Hugsa meira upptökuferlið í leiðinni. Nútíma tónlist var á tímabili litin hornina. En þeir sem höfðu hæst hvað ný tónlist leiðileg voru oft þeir sem ekki höfðu nefnt að kynna sér hana. Svipaða sögu að segja nútímadansinu. Það ákveðið þekkingarleysi. Og það náttúrulega bara stafar að því að dansinn ekki mjög sýnilegur hvar sem Hann í mjög í svona boxi sem mjög svona listrænt box. Þannig að áhorfendur sem koma eru þeir sem hafa virkilega áhuga á listum
og eru tilbúnir að láta ögra sér. En hann ekkert mjög sýnilegur, bara svona hvar sem Sko, ég held að fólk haldi að til dæmis nútímadans, það sé svona konur að rúla sér á gólfinu. Og andar og hátt eða eitthvað svona. Og svo ballett og þá gera allir eitthvað svona. Sko, það eru kannski ekki allar stefnur innan dansheimsins. Þær eru ekki allar á Íslandi. Þú veist, það eru svona ákveðnar stefnur svona eins og bara improviseringar. Þú veist, bara hreinræktaðar svona impró-sýningar, hvað segir maður? Spuna? Já, spuni. Spunasýningar. Ég held að þær hafa til dæmis aldrei sést á Íslandi. Það bara við froskinn og notaði bógan og verður sem með flaututóna. Segðu mér nú aðeins verkið sem að þið, Margrét, eruð að semja saman. Það ekki mikið það kannski að segja á þessu stigi málsins. Það er alltaf hugmyndastigi náttúrulega ennþá. En svona það eina sem við erum kannski búin að ákveða er svolítið hvað þetta verður ekki. Og hvað verður þetta ekki? Þetta verður ekki, þetta verður ekki svona tónverk sem hún dansar við. Það að segja, sem bara músík og svo dansar hún eitthvað heldur verður þetta meira svona kannski átt að einhverjum leikhúsgjörningi og það mjög líklegt að ég verði taki einhvern þátt í dansinum líka og hún taki þátt í hljóðfæraleiknum og þannig að þetta verður svona kannski einhver svona situasjón sem þú kemur inn í sem að ekkert alveg kannski víst hvar endar eða byrjar. Sem þú ætlar að taka dansspor? Já, ég ætla að taka kóreógrafíur eða hreyfingar. Sko, ég hef aldrei saman svona stuttverk áður. Ég hef aldrei, sko, þetta svona 57 mínútur, það alveg stysta. Þannig að við vorum svona bæði sammála að nota bara, sko, þessar takmarkanir sem við höfum, bara þessar 57 mínútur og þetta fyrir sjónvarp og að vinna þá það dálítið inn í konseptið. Það er svona líka því að svo er þetta klippt og þetta tekið upp á 4 vélum og klippingin, hún getur skapað í rauninu, það kóreógrafía í henni og í myndatökunni. Tónskáldin 6 sem sömdu tónlistina fyrir sýninguna í Tjarnarbíói höfðu aðgang að 2 hljóðfæraleikurum, sellóleikaranum Bryndísi Höllu Gylfadóttur og slagverksleikaranum Frank Arning. Bryndís og Frank áttu upphaflega að koma fram á sýningunni. Síðar var horfið frá þeirri hugmynd aðalega vegna þess hver sviðið í Tjarnarbíói er smátt. Í staðinn var hljóðfæraleikurinn tekin upp í hljóðstúdíó í RÚV. Tónskáldin máttu líka sleppa þessum hljóðfærum, taka upp eigin hljóðfæraleik eða raddir, nú eða nota tölvuhljóð eingöngu. Við ræddum í sambandi við tónlistina hvort við myndum nota bæði sellóið og slagverkið. En það er ekki komið á hreint til dæmis. Og núna sé ég bara fyrir mér einhverja gamla konu í vindi. Það er það sem ég sé núna. Það var kannski hugmynd að nota vindvél á sviðinu. Já, það er rosa háaði í vindvél, sko. Já, það þá að vera partur af tónverkinu. Kemur upp með físibelg. Já, já, ég verð þarna á kantinum. Hugmyndir þeirra Margrétar og Daniels áttu eftir að breytast allverulega á næstu vikum. Þar byrjuðu að snúast spegla og perspektíf eða sjónarhorn. Það sem áhorfandinn sér eftir því hvar hann situr. Það sem hann sér er ekki endilega raunveruleiki. En þau stóðu við það að tónlistin og dansinn eða uppbygging dansins, þar að segja kóreógrafían, eruðu ekki aðskilin fyrirbæri. Daniel hafði líka aðgang að hljóðfæraleikurunum 2 og svo notaði hann tölvuforrit sem heitir Pro Tools. Ég fór bara að tók upp fullt af dóti með Bryndísi og Frank og svo er ég bara með það inn í Pro Tools og er að vinna með það á æfingum meðan þær að æfa Þannig að þú vinnur þetta tölvulega séð, þá vinnur þetta alveg sjálfur. Já. Þannig að hvernig hefur verkið breyst frá bara hugmyndin
hvernig hefur hún breyst síðan svona þegar fyrst hittust? Þegar ég talaði við þig líka þá var ég að tala um gamla konu og vindvél. Já, þú talaði um gamla konu og vindvél. Hún er semst horfin. Hún er horfin. Já. Hún bara fauk. Og líka fauk vindvélin kannski líka. Já, bara hvort tveikja. Já. Við ætlum að vera með sko, af því að það var náttúrulega upprunalega svona einhver hugmynd að vera að það yrði slagverksleikari að flytja tónlistina. Þannig að við vorum eitthvað að tala um að hafa bara fullt af slagverksleikurum. Þá myndi ég vera að spila og allir spila bara og þetta er svona eitthvað svona slagverks kóreografíruð slagverks trillingur. En svo bara breyttist það og við fórum einhvern veginn að pæla meira í þessu spegladóti. Það var eitthvað svona sem ég hafði verið að vinna með í haust þegar ég var að vinna í Hamborg. Gerði verk sem var byggt á bara snerist allt um þessar speglapælingar, perspektíf og við ákváðum bara svona að taka það í element og af því að það hentaði svo vel sko, af því að þetta verður myndað og þetta er annars vegar sýnt í leikhúsi og hins vegar myndað og í leikhúsinu þá eru sko jafnmörg perspektíf og áhorfendur. Hver áhorfandi hefur sitt perspektíf út af speglunum og svo er þetta filmað og þá er það bara myndavélar augað. Hver er dansa? Já, það er Saga Sigurðardóttir og Valgerður Rúnarsdóttir. Ég hef unnið mjög mikið með sögu og Vala búin að þekkja vel lengi og Dani líka. Þær eru báðar rauðhærðar. Já. Já, það eru bara rauðhærðar. Hefur það einhverja merkingu í? Það er eiginlega merkingin. Titillinn er Smáljón í sjónmáli. Sem er orðaleikur væntanlega, er það ekki? Já. Hvað merkir titillinn annars? Hvað? Sko, þetta var nú bara svona orðaleikur sko. En þetta hefur náttúrulega allt með sjónarhorn að gera og það sem þú sérð og sjónmál. Og ef þú endurraðar stöfunum í sjónmál þá færðu út smáljón. Og þær eru svona eins og tvö smáljón, rauðhærðar og fallegar.
Thank you.